Góðan og blessaðan daginn, segjum við í dag og erum að byrja með enn eina stundin okkar sem heitir Biblíustundin okkar eða ekki, heitir hún ekki það. Og það er svona ákveðin byrjun sem við notum og kunum vel við. Og það eru þessi ágættu einu kerki, ég kveiki einu kerti á. Og eftir þessu hér, við ætlum að lofa drottinn smá, svo tilveran verði ekki grá. Það er ekki einhvern veginn svona. Þetta er allavega alveg nógu gott. Klukkan tifar og tíminn líður, styttist í eitt og annað til að mynda endurkomu drottins. Í raun og veru með hverri sekúndu sem líður færist fram á við. Þá styttist. Hvenær þetta allt saman gerist, veit ég ekki frekar en þú. En ég veit að það gerist og ég trúi að það gerist. Og einnig að þessi dagur er okkur gefinn til að hressa samfélagið við Krist meðal okkar, hjá okkur, því að þeim megin þarf að samfélagi við hann að hressast. Hans megin er þetta bara óumbreytanlegt allt og eins og hefur alltaf verið og við þekkjum og eða þekkjum ekki en viljum kynnast í betur og vitum orðið hvaða aðferðir eru bestar þar til að kynnast þessu aðeins betur, að er orð Guðs. Þannig allt er þetta nú svona í réttum farvegi hjá okkur og við ætlum að snúa þessu ekki, var þetta ekki alltaf svona hjá okkur. Sumt þetta þarf alltaf að vera eins sko, eða hvað. Er ég eitthvað að rugla. Sjáum við þetta aðeins, hvernig þetta kemur út svona og við snúum þessu svona og svona. Það er ekki skemmtilegra svona að það hallist svona að hvori annari en ekki frá hvori annari. Þannig að þetta þarf að vera í nokkuð góðum farvegi og við eiginlega alveg ráðum þeim farvegi sjálf. Drottinn gefur okkur svona heildarmyndina og svo stillum við þessu upp eftir per hag. Það er nú þessi gæði að þjóna Kristi, hann leyfir okkur svo lítið að ráða sumt sjálf. Ég held að hann gerði engar athugasemdir við það þó að ég færði þessa Biblíu þangað og þessa hingað. Ég held að myndi enga athugasemdir gera við það. Þannig að við sjáum að sumt bara ráðu við sjálf hvernig er, en ekki öllu. Þegar kemur að orði Guðs, skal þessi bók gilda og ráða og stýra og stjórna. Og þetta segir mér það sem heilsteypts trúarsmanns í Jesú nafni, að mér ber að vera svona þokkalega að mér í orði Guðs og þokkalega og góður að mér, og það ræði ég öllu. Það er nefnilega að vinna að stúdera orð Guðs og hver veit ekki þetta? Ég veit það, þú veist það, við vitum það öll og líka að svona er þetta. Sumu verður ekki breytt. En orð Guðs hefur fylgt okkur frá því að við frelsuðustum. Hefur auðvitað fylgt okkur alveg frá fæðingu en þegar við frelsuðustum þá veittum við orði Guðs athygli og sáum gagnsemin af að fylgja því. Lærum það og hjá sumum mörgum, ekki bara einhverjum einum, verður þetta hans helsta kepli, það sem eftir er lífsins. Svona grípur Guðs orð okkur algjörlega, það er að segja, eða nær okkur. Suma kannski grípur það aldrei
almennilega, og ég segi það fólk að það er þetta hálfvolga fólk sem Drottinn segir að muni spýta úr munni sínum. Hálfvolt. Hvað er hálfvolgur? Stundum og stundum ekki við þetta. Þetta í dag og annað á morgun við þetta. En Drottinn segir að við eigum að vera öll við þetta. Og ég segi, við skulum vera öll við þetta, því orð Guðs er verðugt að fylgja. Lærum, vera inni og láta umvegja sig, því að það vill orðið gera, það vill vera þetta allt. Og þeir sem tilþekja, þekkja auðvitað líka þetta sem hér er verið að tala því að það hefur svo oft umvafið fólk. Og þegar orðið er að umvefja, er það kærleika lifandi Guðs til manna. Kærleika sem við flest erum að berjast við að halda í einhverjum farvegi, en gengur misjafnlega vel, því að stundum er umhverfið sem við erum í hryssingslegt. Umhverfið. Erum við ekki innan Kristi fólk? Jú, við erum innan Kristi fólk. En stundum er Kristi fólk bara aldeilis ekkit sérstaklega gott. Af hverju? Í raun og veru þar ég ekkert að fara lengra en til sjálfsmíns. Því að það sem ég glími við, glíma aðri við líka. Og það sem ég glími við, gerir mig kannski ekki alltaf að þessum kærleiksríka manni sem Drottinn vill sjá. Og þetta er auðvitað endalaust þakkarefni að hann er það sem að segist vera. Og í öll þessi ár sem að ég hef gengið með Drottni, hef ég aldrei reynt hann að neinu öðru nema þessum sífaðmandi kærleika og umvefjandi kærleika sem hann sýnir hjá þessum einstaklingi. Og ef hann sýnir þessum einstaklingi slíka framkomu, er ég vissum að hann sýnir öðrum það einnig. Þannig það er jafnræði hjá Guði. Við tölum jafnræði og viljum auðvitað jafnræði, en eru samt með goggunaröð á fólki. Og hver viðurkennir þetta ekki svona sem að þekkir til mannlegs briskleika. Þannig þetta er ekki eitthvað sem við getum hengt hatt okkar á, en orð Guðs er það. Alltaf. Því að það sem að hér er, það stendur og þú getur minnt Drottinn á það að hann hafi sagt þetta. Og hann verður að standa við það sem hann hefur sagt, svo greift er það í steinin að það bara helst þar. Þetta er annað mín orð og þín, sem að fjúka út í veður og vind bara þegar hendar. En þannig er ekki Guð. Meira þess að hann sjálfur getur ekki fellt þetta úr gildi. Þetta er merkilegt. Það sem Guð gerir er merkilegt. Og þegar maður sér hversu rosalega merkilegt það er, það eykur okkur trú. Og við þurfum meiri trú en ekki minni trú. Við þurfum trú. Og við fáum hana úr orði Guðs af því að við eigum hana til í hjarta okkar. Orð Guðs og hjarta mitt, trúa hjarta mitt, er tengt. Hver tengdi það? Guð. Jesús tengdi það. Og hann gerði það í eitt skipti fyrir öll. Þannig að ef menn vaxi ekki í sinni trú, hafa enga afsökun. Þeir vaxi ekki í sinni trú vegna þess að þeir eru ekki að gera það sem þeir ættu að vera að gera, en eru þetta að gera fullt af hlutum. En það sem þeir ættu líka að gera er að stunda orð Guðs. Þannig það þarf alltaf að ýta sjálfum sér að orðið Guðs, orðið dregur okkur að sér. Ekki bara einu sinni, heldur alltaf þegar að þú lætur undan því að lesa, þá hefur orðið dregið þig að sér. Það er ekkert sjálfsagt að sé í Kristi. Að þegar verk Krist, orð Guðs og allt það sem hann sér, það í raun og veru stríðir
á móti vilja mannsins. Og þannig hefur þetta alltaf verið og verður áfram þegar í manninum býr þessi uppreisn gagnvart Guði og hún alltaf. Ég sé ekki að maður degi því nokkun tíman, en getum kannski svona slæft verulega á milli þar að segja þegar við erum í þessum anda Guðs og það þekkjum við líka. En við veitum líka að þetta kemur og fer. Af hverju? Að þegar við erum ennþá í táradalnum jörð. Þannig að það breytist ekki neitt bara fyrir við erum komin heim. Og það eitt af því sem orð Guðs að leggja til að við séum vel að okkur í og séum svolítið með orðinu. Og það gerum við með því að lesa orðið, stúdera orðið og vera svolítið upptekin af því sem Biblían að segja. Eða þú þarft ekkert að gera neitt af þessu, myndu það. Hér eru engar skipanir látnar ganga út. Heldur aðeins það sem orð Guðs sjálft að tala og ég segi, þetta það besta, þetta ekki það næst besta, þetta það besta. En stundum finnum við okkur sem eitthvað sem betra en þetta, að þið veru hégómleg í hugsunum og í verkum. Við sjáum ekki þennan allstóra og allmikla Guð vegna þess að við erum svo upptekin við að gera svo margt annað. Þetta að vera maður. Þetta það sem Kristur dó fyrir. Og hann setti niður það sem þarf og fylgir eftir með sínum heilaga anda sem býr í einum og sérhverjum manni. Þannig að Kristur, hann fylgir þér eftir. Fylgir mér eftir, fylgir þér eftir. Hann veit hvar þú ert núna. Hann veit auðvitað hvar ég Hann veit líka hvar þú ert. Hann hefur alltaf vitað það. Hann veit hvert þú ferð og hvað þú ert að pæla og hugsa. Og þar hann öflugur, því hann vill, ef hann vill það, þá getur hann umsnúið þessum hugsunum sem eru einhvern veginn, svona, yfir í það að vera sínar hugsanir. Af því hann til staðar til að gera þetta. Þetta það sem orðið að kenna. Þetta það sem fylgir því að heilagur andi komin yfir til þín. Hann var ekki. Og meðan hann var ekki, þá varst þú ekkert að hugsa neitt Guð frekar en ég. En eftir að hann komin, að þá hugsanirnar æði margar Guð, Jesú, orð hans og allt það. Æði margar. Þannig þetta kom allt saman þegar þetta nýja fættist fram sem heitir trú, fæðing. Biblían talar endurfæðingu. Það þegar trúin vaknaði í þér. Og var það sem hún í dag. Og trúin segir þér til hrós að það hefur vaxið stórum. Af hverju? Þú ert að rækta þetta sem þú átt. Og það sem þú fóðurar, það hefur tilneyingu til þess að eflast í þér. Og hvað ert að fóðura? Holdlega manniðinn eða andlega manniðinn? Við erum hér til þess að hvetja til þess að fóðura andlega mannin. Því hann tengdur Kristi. Ekki veraldlegi maðurinn, hann tengdur þessum heimi. Hann hverfur þegar þú geispar gólinni. Þá hverfur þessi líkamlegi maður. En þá líka á hinn að taka við. Andlegi maðurinn sem drotti fyllti heilugum anda. Hann tekur hann til sín. Þannig að þú þarft að vita allt þetta. Þess vegna þarft að rækta þinn andlega mann. Og það gerir þú með því fyrst og fremst að vera velaður í orði Guðs. Því orð Guðs, það vill halda utan allt það sem í því stendur. Af því það orð Guðs. Og það gengur ekki á grunn, það virkar hér og nú. Og vegna þess að heimurinn á þeim stað sem hann að þá vill hann sjaldnar og minna hlusta á svona tal. Og það háskalegt.
eftir því sem að við göngum lengra frá orði Guðs, verður blindu skjöldurinn þykkari og lokum bara alls ekki hægt að sjá í gegnum alla þessa þykkt. Og hvað þá eftir? Harla fátt og mikið af myrkri. Og þetta birtist í samfélaginu í kringu þig og alls konar hugsanir og brotsjóar ríða yfir sem allir taka bara undir. Halló, menn taka bara undir þetta á þess að benda fingri á neitt annað. Allir eru inn í þessu, veltast í þessu. Fyllist allt ótta og skelfingu. Það engin von. Akkur eru menn að svipta sig lífi, ungt fólk. Það sé ekki vegna þess að vantar allar von inn í þetta líf, þessi líf. Það sé ekkert að framúr því að neitt muni leysast. En ég segi, öll mál munu leysast. Öll mál munu leysast og allir erfiðleikar verða að baki hversu miklir sem þeir eru núna. Þannig að við megum ekki missa vonina. Og vonin helst að því við eigum trú. Og vonin vex og styrkist að því við erum að fræða okkur í orði Guðs. Þannig að benda á orð Guðs með þessum hætti algjörlega rökrétt. Og það eru margir sem taka við þessu. Það eru margir sem að leggja við eyrun. Hvað þeir gera síðan annað mál. En allt byrjar þetta á einum stað. Trúaganga sérhvers manns hefst á þessum punkti. Hve mörg skrefin eru til frelsunardagsins veit ég ekki. Kannski áratugir. En í grunninn þá byrjaði þessi ganga miklu, miklu fyrr. Að því Drottinn vinnur sitt verk, hann gefur öllu tíma sem hann með. Það í raun og veru allt á hans tíma. Og suma gefur hann þá náð að sjá í raun og veru hvenær þetta byrjaði. Og menn komast að því að þeir voru bara börn þegar þessi trúarganga eða þessi stefna tekin. Þeir komast inn í ríki Guðs kannski sem fullorðnir menn. Þannig að við sjáum að frá því að maðurinn fæðist þá Guð í raun og veru með honum. Og frá því að maðurinn í raun og veru fæðist hefur hann sett í hann einhvað sem hann vill nota á einhverjum tímapunkti. Það heitir köllun. Ég tel að hún sé komin löngu áður en að trúin kemur til skjalana. Og hann getur alveg hafa verið byrjar að virkja þessa köllun, mína að þína, löngu áður en að við urðum þetta trúaða fólk. Ég frelsaðist í 1984, sendi ég inn minn fyrsta pistil í dagblað. Og ég veit að núna að þetta byrjunin á því sem í dag. Ég ekki trúaði maður 1984, en þá byrjaði ég að skrifa. Og ég hélt áfram að skrifa. Og ég hélt áfram að skrifa og svo frelsaðist ég. Og ég hélt áfram að skrifa. En núna færði stillin yfir í guðlegt form. Þannig að þessi 4-5 ára undan var allur mjög merkilegu tíma þýleiti til þegar maður þjálfaðist alveg rosalega upp í sínum skrifum. Og ég man alltaf eftir því að eftir að ég frelsaðist þá hélt ég áfram að skrifa og sjálfum fannst mér stíllinn miklu betri eftir en var á undan. Ég mundi hvað stíli ég skrifaði á undan og auðvitað stíli sem ég skrifaði á eftir. Ég fann
mikinn gæðamun á þessum tveim stílum eftir sama mann. Sem sagt, það eru gæði því fylgjandi að fylgja Jesú. Mikil gæði og mikil gæða aukning og þú gerir verkin jafnvel miklu betur en þú gerðir áður. Þetta er að fylgja Kristi. Þetta allavega uppskar ég strax, en ég hélt áfram að gera það sem að ég var byrjaður að gera fyrir mörgum árum, sem sagt að skrifa. Ég veit ekki með þig hvernig þú gerir þetta, en svona gerði ég þetta og ég sé það núna að vegur var lagður löngu undan að ég geng inn í Guðdóminn. Við ekki að lesa eitthvað aðeins, við höfum gert það. Við bara grípum í þetta eins og við höfum alltaf gert einhvers staðar. Við erum í viðaukar. Já, ég ætla ekki að lesa það. Mér er ekkert vel við þessa eitthvað sem kom inn í, man ekki hvað það heita einu sinni. Hvað er það? Ásamt agrikífu bókunum. Ég er ekki hrifinn af þessum agrikífu bókum. Ég les þar aldrei. Það er svona þælast fyrir mig þegar ég opna þessa, þá byrja ég á því að fyrir ég alltaf beint í agrikífu og bara til þess að hrista höfuðið yfirum. Þetta er nú bara ég. Já. Já, það er Jesaja, við skulum lesa bara, þetta er 8. kafli og 16. vers. Ég vef saman vitnisburðinum, einsigla kenninguna hjá lærisveinum mínum, ég býð drottins sem byrgir nú augliti sitt fyrir ætt Jakobs og ég vona á hann. Ég og börnin sem drottin hefur gefið mér tákn og viðvörun fyrir Ísrael frá drottni allsherjar sem býr á Síón fjalli. Þarna er drottin að gera eitthvað til að endurvekja eitthvað hjá líð sínum. Við sjáum að Jesaja er notaður í verkið og að hann notar fólk til þess að endurvekja eitt og annað það sem hann setti fram, en fólk, ég og þú, hefur verið að slugsast með og jafnvel að beygja. Við veitum að þetta er gömul saga og ný. Og við veitum líka að skipulagi á Guði er að hann kemur sjálfur inn með leiðréttinguna. Og við sjáum bara til að mynda kirkjuna í dag, þessi yndislegu söfnuði sem við erum í, að drottin er að færa þá svolítið tilbaka. Hann er að rétta af stefnuna sem að einhver setti ranga og margir og eftir fylgdu, en núna er drottin komin inn til þess að sveigja hana af þeirri leið og inn á þá leið sem hann setti. Hvað segir þetta mér? Það liggur alveg fyrir hvað þetta segir mér. Það segir mér það að hann vakir yfir sínu orði. Hann notar mig ekki til þess að vaka yfir sínu orði. Hann gerir það sjálfur. Það er tryggingin, gulltryggingin sem ég og þú höfum fyrir því að þetta verði allt saman í lagi. Ekki vegna þess að klári kallin eða klára kettlingin kom inn og gerði það sem þurfti. Hún má alveg vera þarna og þau bæði, en það er Guð sem að réttir af stefnuna og nota til þess fólk sem hann hefur kallað til verksins. Hann benti þess að nota þarna Jesaja til að segja það sem að var að segja áðan og þú heyrðir. Þetta hefur ekkert breyst. Veistu af hverju? Að því Guð hefur ekkert breytt sér.
Hann er ennþá við þetta verk sem hann hefur alltaf verið við. Hann setti niður orðið og hann er ennþá að framfylgja orðinu. Hann er með áætlun í orði Guðs og er náttúrulega með þetta sjálfur frá A til Ö. Hvar við erum í tímanum, tímatali hans veit ég ekki, en hann veit það upp á punkt. Hvað er langt eftir til endalokana? Hann veit það upp á punkt. Ég veit það ekki. Akkur er hann með þessar áætlanir allar? Að það skeiði nokkuð sem heitir syndafall. Í grunninn og í upphafi ætlaði Drottinn aldrei að þetta yrði með þessum hætti. Hann var með plan. Hann setti niður mann sem átti bara að fylgja honum, sem átti bara að vera eilínlega til í því formi sem Adam er. En það brást vegna frelsi mannsins, en Kristur kom og gekk inn í mynd Adams eins og var í upphafi. Og hann sem sagt dó vammlaus en Adam ekki og reis upp frá á krossinum og bjóð til kirkjuna. Hún er þetta vammlausa í dag. Vammlausa. Ég veit að þú hristir núna höfuðið alls og vakalega. En í augum Drottins er hún vammlaus. Hún er fullkomin. En fólkið í henni er það ekki. Og nú getum við bent á okkur sjálf. Við erum það ekki og verðum aldrei. En við erum fyllt heilugum anda. Og við erum okkur í gefið að læra í orðinu. Og í gegnum þetta allt, samfélagi og allt þetta, þá vöxum við. Styrkjust við í því sem orðið er að segja. Og með þeim hætti, þá líkjust við æ meira Drottni. Að líkjast er ekki það sama og að vera. Ef við keppum eftir því að líkjast honum, sumir kannski hafa ekki það keppikefli. Þeir eru þetta með, en eru bara einhvern veginn. Það er ekki það sem Drottinn er að biðja um. Hann vill að við leggjum á okkur þá vinnu og heiðurum dauða hans og upprisu með því í það minnsta að vera svolítið vel að okkur í orði Guðs. Ég veit að allir kristnir menn vilja það. En ég veit líka að mönnum eru mislagar hendur við verkið, eins og alltaf er. Þarna kemur einn dugnaður og bara vilja gera það sem er rétt. Mér er að segja latur maður getur orðið duglegur maður. Það er að segja ef hann hristir af sig letina. Þannig að engum er alls og arnað. Þannig er það nú líka. En við erum sem sagt í biblíustundin okkar og biblíustundin eins og fram hefur komið er ekki svona massív kennsla upp úr orði Guðs. Hún er miklu meiri hvatning fyrir þig og mig og okkar til okkar að vera sjálf orðsins fólk með beinum hætti. Þú hefur heilagan anda, ég hef heilagan anda og hann getur kennt okkur ef við leyfum honum að kenna okkur. Það er málið. Heilagur andi og Kristur eru beintengdir. Ef að þeir get ekki kennt mér það sem ég þarf að vita að hver þá. Og þannig að við berum ábyrgð á því að vita deili á orði Guðs og að því að við vitum góð deil á orði Guðs þá líka skiljum við miklu betur allt annað sem Guð er með. Við segjum, ég þarf á samfélagi að halda. Ég þarf á öðrum kristnu fólki að halda fyrir mig og mína trú. Það er þetta sem vex í okkur, þessi vissa. Og þetta er góð vissa og þetta er rétt vissa og þetta færir okkur nær hjarta Guðs. Og hver veit það ekki? Ég elska að vera sem næst hjarta Guðs. Og ég held að þú takir undir það fyrir þína parta. Svona er að vera trúið manneskja. Þá erum við þetta. Sefanía. Við erum í Gamla testamentinu. Við erum í 3. kafla.
14. vers. Hrópaða gleði Síonar dóttir, fagnaðu hástöfum Ísrael. Þú skalt kætast og gleðjast af öllu hjarta, dóttirinn Jerúsalem. Drottinn hefur ógilt refsidóminn yfir þér. Hann hefur hrakið fjendur þína á brott. Konungur Ísraels drottinn er með þér. Engar ófarir þarftu framar óttast. Þannig drottinn sjálfur komin inn í myndina til að vinna það verk sem hann einn getur gert. Og hver marga, kæru vinir, skildi þetta ekki af rest sem við les. Bara í gegnum alla söguna. Af hverju? Af því að orð Guðs lifir og hann sem gerði þetta allt saman, hann er með þér þegar þú ert að lesa. Hann býr til þessa hrifningu innra með þér, af því hann lifir. Hann lifir í þér. Bara hér og nú. Þess vegna líka hvetjum við menn til þess að rækta og stunda sína trú og beri ábyrgð á því sem þeir eru að gera, sinni trú einkum og sérlagi og því að vaksa með réttum hætti upp í sinni trú. Það er líka mín ábyrgð. Það er ekki ábyrgð safnaðarins, það er ekki ábyrgð hirðisins. En hann er þarna til þess að gera vilja Guðs með sinn söfnuð. En hver og einn einstaklingur í söfnuðunum er að öllu leyti ábyrgur. Alltaf. Kristur tekur ekki frelsið frá nokkru manni. Og við veitum að hvert og eitt okkar getum farið með hvert sem við viljum. Og sagan, þessu eitt staðfestingar, er sagan drenginn sem voru svolítið leiður heima hjá pappa sínum. Og hann sagði að pabbi, geðu mér arfinn og ég ætla bara að fara, ég nennist ekki lengur. Ég vil ekki vera þarna lengur. Og hann fór. Við þekkjum söguna. Hún er þarna til þess að ég ger ekki sama. Þetta er allt saman með gagni. Þetta er allt saman eitthvað sem ég þarf að stúdera og skilja sjálfur. Þess vegna byggir trú minn þannig upp að ég fer að elska Krist æ meira. Og allt annað verður æ meiri hégómi fyrir mér en það að þekkja og skilja Krist. Þetta er trúin með réttum hætti sem hefur fengið að vaksa rétt upp. Og hver veit það ekki? Sjálfur elska ég það. Og hefur lægt að rækta þetta alveg frá því að ég fyrst kynntist Kristi. Og það laugst upp fyrir mér, þetta er náttúrulega ekkert annað en opinberun, það laugst upp fyrir mér að allt var þetta til fyrir orð Guðs. Ég á öllum mönnum sem hafði aldrei lítið í orð Guðs. Og þetta ekkert merkilegt. Ég var náttúrulega heimskur eins og þú, þegar ég var auðvitað að dæmi einhvað sem ég vissi ekkert um. Og þannig er með okkur öll. Við vorum öll óttalegir heimskingjar. En núna erum við ögnum vitrar af fólk, við til að mynda játum Jesú sem hinn uppreisna lifandi frelsara. Og það er ekki lítið, það er mikið. Og að því við heiðrum drottinn myndu það, þá erum við líka að gera það sem eigur þessa heiðrun í okkur sjálfum til hans. Hann er númer 1. Hann gefur okkur niður bók, skipar engum neitt, en trúin í okkur togar okkur að orðinu. Þetta togar allt í okkur að því sem er betra og best, orð Guðs. Já, það þarf að toga okkur, þetta trúaða fólk með stundum bara átökum til við gerum það sem við eigum að gera. Er það ekki þannig? Er þetta ekki rétt? Allt og oft, já, er þetta staðan. En stundum er þetta allt saman miklu léttara og það er gott.
Þannig svona þetta svona sitt hvað hjá okkur. En verður svona meira jafnlind í þessu að því við erum þó að gera það sem við erum að gera einmitt til þess að eflast í trúnni á hann sem er á hæðum. Sittum við hægri hönd lifandi Guðs. Og kemur þaðan til þess að dæma lifendur og dauða. Ég mun vera dæmdur af honum. Kannski ert þú búin að dæma mig úr leik, en það er mér léttvægt. Endanum sker hann úr stöðuna. Og ég veit hvar ég stend. Þannig ég veit niðurstöðun og mér finnst það gott. Þannig að við dæmum ekki hvort annan. Og það er ein lenskan hjá okkur að gera, það er að dæma hvort annan. Guð hjálpi mér til að ég sé ekki þar. Ég þarf ekki að vera þar og ég vil heldur ekki vera þar. Þess vegna er ég að gera það sem réttara er, ég er að fræða mig upp úr orði Guðs. Og ég er að hvetja þig til að gera slíkt þið sama, en þetta er engin skipun. Ég hef ekkert leyfi til að skipa þér eitt eða neitt. Ég hef fullt leyfi til þess að leggja þér góð ráð. Ekki mín ráð, heldur ráð sem að orð Guðs sjálft er með. Og það er nú farið að styttast í þessu hjá okkur, heldur betur. Ef við lesum hérna smávegis og svona fyrir við að draga okkur bara frá þessu í þetta skiptið. Við skulum lesa, við erum í Rómverjabréfinu núna og það er Rómverjabréfið tilheyrir Nýja testamentinu. Það er annar kafli. Við skulum lesa frá með 12. versi. Eins og við segjum, þá erum við bara með þetta svona handóskent og grípum ykkur staði niður, það er ekki dag sem undirbúið. Allir sem syndga hafa án þess að þekkja lögmál munu á tortímast án lögmáls og allir sem syndga hafa þóttir þekki lögmál munu dæmast eftir lögmáli. En við kristna fólkið erum ekki þarna. Það búið að fyrirgjóða okkur mistökin og mistökin. Þannig við erum bara hrein og slett fram yfir Guði. Þetta er munurinn á því að vera kristinmanneskja og að tilheyra lögmáli gyðinga. Og lögmálið var það strangt að það gat enginn maður farið eftir. Það gat enginn orðið hólpin fyrir lögmál. Vegna þess að eðli mannsins er þannig að það getur ekki haldið þetta. Þá kom náðin og miskunnin og fyrirgefningin yfir. Það hefur ekkert breyst í mannin, hann er ennþá þetta. En munurinn á þessu og trúnni er að það er fyrirgefningin gangi. Og nafni Jesús er myndin sem að þú réttir fram og þú ferð inn í ríki Guðs. Trúir á Krist og þú tólpin. Enga spurningar. Kannski, ég veit reyndar ekki hvernig þetta er. Við skulum lesa þetta meira, 13. vers. Ekki munu menn réttlætast fyrir Guði með því að hlýða á lögmálið, heldur verða þeir réttlæti sem breyta eftir því. Þegar heiðingjar sem þekkja ekki lögmál Móse gera það sem eðlisboði sem lögmál Guðs býður, þá verður þeir sjálfum sér lögmál, þótt þeir hafi ekki neitt lögmál. Þeir sýna að krafa lögmálsins sem skráði hjörtum þeirra með því að samviska þeirra ber þessu vitni og hugrenninga þeirra sem ýmist ásaka þá eða afsaka. Þetta verður á þeim degi Guð dæmir hið dulda hjá mönnunum samkvæmt fagnaðarerindi mínu sem ég hef þegið af Jesú Kristi. Jesú Kristur er lykillinn að himnaríki. Nafni Kristur kemur þér inn fyrir dyr himnaríkis. Og það eru góðu fréttirnar sem ég ætla að skilja eftir handa þér vegna þess að tíminn er útrunnin og þá verði ég víst að yfirgefa svæðið og þakka fyrir mig og segi við sjáumst að viku liðinni.